Það liggur land norðvestur í hafi að sögn það bil 400 mílur eða meira frá Þýskalandi. Það heitir Ísland réttu nafni. Það furðulegt vegna frosts, regns, vinds og snjávar en einkum vegna afar hárra fjalla. Þar sprettur gras einungis í dölunum. Menn eru bæði stórir og litlir vexti en hórdómur og frillulifnaður þar mjög algengur og almennari en annar staðar. Þá telur almenningur það ekki syndsamlegt þó menn svíki þjóðverja rækilega í viðskiptum og telja það ekki óheiðalegt. Háir og lágir bera þar lítil klæði og eru hrokafullir í þokkabót. Mætist þeir á förnum vegi, kissa þeir hver annan á munnin. Á þann hátt heilsast þeir og tjá hver öðrum hugarþel sitt. Þar mikið að grjóti en lítið að sandi. Á öllu landinu ekki nema ein brú. Þar eru húsin niðri í jörðinni og þar ekki hægt að verja sig fyrir lúsum. Menn fara snemma hátt á kvöldin en seint á fæturnar á morgnana. Þeir sofa 10 eða fleiri saman í einni flatsæng, bæði karlar og konur saman. Þeir liggja andfætis og hrjóta og freta eins og svín undir einni vaðmáls ábreiðu. Þeir kasta allir af sér vatn í eitt stamp og þvo munn og höfuð hóflega úr því sem þeir köstuðu af sér nóttina. Þetta segi ég almennt með sóma og þeim sem hvorki vilja né geta trúa þessu best að sigla þangað sjálfum og ferðast þar eins og ég hef gert svo þeir kynnist sannleikanum sem best. Komið sæl, kæru vinir og verið velkomin í hlaðvarpi söguskoðun. Andri heiti ég og Jónsson. Já, og ég heiti Ólafur Hersi Arnaldsson. Mér finnst alltaf hálf stýrt ef við tökum nöfnin en ekki hluta á þessu. Herðu, það hlaðvarpi Krím og Gja. Hlaðvarpi söguskoðun, hlaðvarp sögu og sagfræði og það nú heldur betur sagfræðilegt málefni sem við ætlum að ræða í dag, Ólafur minn. Já, það það. Ég nefnilega var á Íslandi í sumar. Já. Og nýtti þá ferðina vel og fór í bókabúðir og keypti ég held ég hafi keypt nefnilega 30-40 kíló af bókum, þannig að það endaði þannig ég kannski ekki tekið allar þessar bækur með mér út, þannig ég ætti að fá síðan foreldrar mína til þess að taka þetta með, það sem ég náði ekki að taka með þegar þau komið síðan í hvort það ekki í september. Vá, 30-40 kíló. Já, þannig að, og ég veit náttúrulega, venjulega ferjur ekki eftir kíló í bókum, en þess að þegar flugið taka fyrir gaman, þá fann maður að vikta. Foreldrar mínu þurftu að taka 20 kíló. Það er ein ferðataska. Þannig að þetta var svona full mikið af bókum kannski sem gefti mér. En allavega svo lengi sem það verða lesnar, þá eru það góð kaup. Já, það er náttúrulega mikilvægast það. En hvað voru þetta marga bækur þá? Þetta, ég veit ekki, 20 okkur bækur, kannski 30 bækur. Já. Eða meira, nei, ég veit það ekki. Náttúrulega lærdómsritin, ég keypti náttúrulega töluvert af þeim. Þau eru náttúrulega ekki svo þung, en það er svo mismjönd eftir bókum. Ég keypti líka eitthvað landnámið hans Ingólfs. Hún er býsna þung nefnilega, það er bara ein bók, en hún er mjög þung. Já, hún er full af visku, sko. Full af visku, já. Það er náttúrulega mjög klassískur skjalasafna brandari sem að verður aldrei gamall þegar maður að bera kassa með skjölum. Mann finnst að vera þunga, þá segir maður alltaf að þessi svo þungu vitneskjan. Já, þessar upplýsingarnar eru svo þungar, sko. Já, en allavega þannig að eina af þessum bókum sem ég keypti þá í sumar var þá Brevis Commentarius de Islandia, eða stutt greinagerð Ísland eftir Arngrím Jónsson. Já, Arngrímur Jónsson hinn lærði. Já. Sem nú reyndar góðvinur þáttarins. Þetta nú ekki í fyrsta sinn sem að hann hefur borið á góma hér.
Það er mikill innblástur hérna fyrir okkur sögurskoðanar menn. og það getur nú reynda vel verið að við höfum nú nefnt þessa bók áður þegar við höfum verið að tala hér um málefni sem tengjast þessu sko. Já, höfum við ekki talað eitthvað aðeins Grænlandsbókin hans og síðan Krímogíu? Jú, við rættum nú eitthvað tíman um Krímogíu þegar á sínum tíma. Já. Og samtíðamenn hans líka, held ég. Já, að því hann ef mann rétt, setti hann ekki fram þá hugmynd að hvernig var það? Hvort það var eitthvað jötnamál og jötnar? Jú. Já. Jú, það kom fram með mynd í Krímogíu sko. Já. Að því þar, sko, því Arngrímur er svona humanisti. Já. Og er svona lærður maður á undir lok 16. aldar, byrjun 17. aldar og hann er svona lærður í þessum klassísku fræðum sem menn voru lærðir í á þessum tíma og er yfirleitt talað um að hann falli í hóp svona þessara humanísku fræðimanna sem voru að skrifa á þessum tíma. Smá einsku, er þetta ekki kallað þarna fornmenntastefna á íslensku? Jú. Ég held það, humanismi. Já. Ég held að það sé fornmenntastefna. Það getur vel verið sko. Ég man það bara vegna þess að ég er ekkert langt síðan ég las það því að ég myndi vera veltaði fyrir mér sko. Að því svona reyna það, já því við erum alltaf að berjast til að vera ekki að sletta saman mikið. Ég held það nefnilega. Já. En veit. En þar voru menn, þar í anda þessara sko svona lærðu eins og þessi lærðu menn voru að skrifa á þessum árum. Þá eru menn að leita yfirleitt að upprunanum og skrifa söguna. Og kannski munurinn á einmitt þessum fræðimönnum og fræðimönnum síðari tíma er að þarna er sko heimildarýnin kannski eða heimildagagnrýnin ekki komin alveg jafn sterkt inn eins og nátt eftir að koma kannski á 19. öld. Þannig að þarna eru menn að trúa bókstaflega heimildum. En þeir eru samt að gera effort sko við að safna saman sögum og ritum og búa til einhverja sögu og þar að leiðandi eru þeir skiluru sagnfræðingar síns tíma. Já. Og það sem að Arngrímur var einmitt að gera þarna þegar hann skrifaði Krímogíu sem kom út 1606 sem er nú einmitt stundu kölluð eina fyrstu Íslandssögunum, það er að segja Íslandssögu ritunum þannig séð er að hann skrifar þá sögu Íslands og er rosa mikið að tala um uppruna Íslendinga og notar þá þær hugmyndir sem uppi voru þar í heimildum fornbókmenntum þú veist, jötna og þú veist, norræna goðafræði og tengir það þá við sko að Norrlanda þjóðna séu komnar frá einmitt í Ísrael og eitthvað að hafi blandast í jötna og eitthvað svoleið sko. Þannig að það er alls ekki sko, þær kenningar náttúrulega hljóma náttúrulega mjög heimskulega í dag auðvitað, en á þessum tíma voru menn að skrifa svona sagnfræði. Þannig að já, og náttúrulega líka áhugavert náttúrulega að sjá hvernig þá lok 16. aldar, byrjun 17. aldar maður einmitt hvernig hann svona tekst á við þessar heimildir sem hann hefur því hann þarf að útskýra þetta á einhvern veginn einmitt. Og það er náttúrulega áhugavert í sjálfu sér náttúrulega bara hvernig hans samtími eða hans, svona menntamenn tókustu á við svona texta eins og þá einmitt norræna goðafræði jötna og þannig og reyna að setja þetta inn í eitthvað pakka sem er sko skiljanlegur. Já. Svolítið svona svo bara við vorum að tala um í síðasta þetta varúlfana að maður ætlar að leitast við að setja varúlfa fyrirbrigði inn í eitthvað meira skiljanlega umgjör sem er þá mögulega til þessar aðmóringar sem til þess Sæbjörn Bæring Gúld er að gera og sem maður alveg sér svona, það er alveg það tala um kannski eitthvað, það er eitthvað maður skilur það eins betur kannski eða þannig og síðan náttúrulega líka þetta áhugavert með Arngrímur náttúrulega þessi stutta greinargerð hans Ísland er einmitt svona byrjunin á hans fræðastarfi hún kom út 1593 já, 1593 og þá var hann byrjaður að vinna með þessar heimildir sem hann síðan átti eftir að vinna ennþá meira úr þegar hann skrifa þá til dæmis Krímogíu
einmitt, og hann notar sko, maður getur séð sko hvaða eða maður, þessir fræðimenn sem hafa eitt allri ævinni að stúdera þetta, hafa séð hvaða rit, eða þú veist hvaða heimildir hann hefur verið að nota og það það sem svo skemmtilegt við þetta sko, þú veist líka því að við vorum að tala hérna, þú veist Arngrímur góðvinur þáttarins, skilur við hlaðvarpi hét Krím og Gea og það stendur Brevis Commentarius í einni útgáfu af logounni okkar og svo framvegis sko að sko Arngrímur þetta svolítið svona skemmtilegt að því hann svona proto-sagfræðingur, hann skrifar einu af fyrstu, þú veist, íslensku sagfræðiverkunum eða Íslands söguritunum. Ég ekki talað að Ari Fróði hafi skrifað það kannski fyrst með Íslendingabók eða eitthvað líka. Já. En sko líka það að því að þessi gaurar sem eru upp á þessum tíma, þetta er svona svo mikið svona brú frá miðöldum og þessu gamla yfir í nútíman og nýöld og þetta nýja sko. Og einmitt þetta með sko þessi fornrit sem að hann að nota í þessum skrifum sínum, Krím og Gea, Grönlandia, Brevis Commentarius og allt þetta. Þú veist, þetta ekkert svo rosalega langt síðan þetta var skrifað. 200-300 ár, skilurðu? Og pældi því með eins og allir með sko, ok, þannig hann að skrifa þetta í kringum aldamótin 1600. Svo það ekki fyrir 1650 cirka, 1647, 8 eitthvað svoleiðis, sem að sko Brynjólfur Sveinsson sem að var biskup á Skálholti og var að safna handritum, að hann fer út í Flatey og heimsæki bóndan sem að man ekki hvað heitir akkurat núna, sem að setur þetta á Flateyjarbók sem að það erfðagós þess manns sem hann hefði þá mikið erfðagós og vildi ekki gefa frá sér og Brynjólfur Sveinsson fær hann til að gefa sér þetta handrit sem að síðan fer á síðan eftir að enda í Árnasafni og einn af þjóðargersemum okkar, Íslendinga. Þannig að þú veist, ef maður setur þetta í þess perspektíf sko, að þú veist að þegar þetta sem við erum að tala núna skrifað í kringum 1600 eða rétt fyrir 1600 þá til dæmis Flateyjarbók ennþá bara í enga eigu sko, út í Flatey til dæmis sko. Og svo bætist við þessi handritasöfnun og þessi heimildasöfnun sem að Arngrímur kemur aðeins að og síðan náttúrulega hans samtíma menn og þessi lærðu menn á þessum tíma sem að heldur síðan áfram inn á næstu öld sko, með Árna Magnússon allt þetta sko, þannig að þetta að fara í gang þarna sko. Já, og það einmitt svo mikilvægt að gera sig grein fyrir því að hann Arngrímur til dæmis var töluvert í Kaupmannahöfn og svolítið í þessu svona fræða samfélagi sem var bara einmitt að byrja þarna. Einmitt, algjörlega. Það var fyrst á þessum tíma til dæmis að einhverjir danskir fræðimenn og sænskir, mögulega þýskir voru eitthvað farin að velta fyrir sér þessum norrænu fræðum. Já. Og áhugavert einmitt að það átti síðan líka eftir að spila inn í svona þessa svona þjóðarbyggingu þá til dæmis í Skandinavíu, það sem til dæmis Svíar og Danir keftu mikið þessar norrænu heimildir og voru þá að nota svona svolítið í eigin ríkisbyggingu. Einmitt. Og við höfum að tala áður hann til dæmis Óla Orm sem var einmitt frægur dansku fræðimaður á þessu tíma. Óli Ormur. Já. Og einmitt Arngrímur þekkti eitthvað hann og Arngrímur náttúrulega líka var einmitt að þýða líka eitthvað texta og þannig náttúrulega líka gera texta þá aðgengilega. Einmitt. Og svo náttúrulega líka áhugavert líka að ef maður horfir þá á fræðastarf hans Arngríms að þá var hann ekki að skrifa kannski fyrir Íslendinga, hann var að skrifa fyrir svona alþjóðlega fræðimenn, hann náttúrulega skrifaði þessi rit sín á latínu. Einmitt. Sem var auðvitað menntamál síns tíma. Sko, Brevis Commentarius de Islandia eða stutt greinagerð Ísland eða stutt ritgerð eða stutt ágrip eða eitthvað svona
kom út í Kaupmannahöfn 1593 og hún var skrifuð á Íslandi en var lokið á Hólum vorið 1592 og þessi bók tímamót að nokkru leyti. Fyrsta lagi að hún bæði bókin sjálf og sagan í kringu það hvernig hún fór í útgáfu kemur að því að beina athygli erlendra manna að sagna og bókmenntaarfi Íslendinga og sem að finna á Íslandi sko, sem að passa fyrir það sem þeir hafa áhuga á sem að vera þetta sem þú varst að nefna sko. Og síðan í öðru lagi þá þetta fyrsta svona meiri háttar fræðiritt sem að skrifað á latínu eftir Íslending og ætlað alþjóðlegum lesendahóp. Þetta nú vantilega ekki fyrsta íslenska latínuritið en fyrsta svona í þessum flokki örugglega. Já. Og ástæði fyrir því að þetta hafði svona tengist þessu sko þessu með að beina athygli kannski vegna þess að þú varst að segja hann Arngrímur var í svona sambandi við danska fræðimenn eða sagnfræðinga og það hefði ekkert verið neitt mikið slíkt áður og hann var bréfaskriftum við þá sko og 1585 til 1589 þá Arngrímur ungumaður, hann bara upp úr tvítugt fer til Kaupmannahafnar til þess að læra, hlýtur það þessa klassísku menntun sína. Já. Og þegar hann kom heim úr námi þá var hann smá tíma á Íslandi og var þar rektor eða skólameistari í Hólaskóla. Það var náttúrulega hægri handar maður Guðbrands Þorlákssonar biskups sem nú eitt svona merkasti lærði einn af þessum merkustu lærðu mönnum þessa tíma, Guðbrandur mikill húmanisti líka og mikill svona vísinda, hafði mikinn áhuga á vísindum og landafræði til mis bjóð til eitt af fyrstu svona íslensku kortunum sem að mörg önnur kort voru prentuð eftir, reiknað út nattstöðu Íslands og svo framvegis sko. Og hann skrifaði með líka svona stuttan inngang fyrir þetta rit. Já, hann fekk hann til að skrifa þetta rit, við getum komið þess að því á eftir, en síðan hann svona hægri handa maður biskupsins og hann sendir hann til Kaupmannahafnar til þess að stússast í smá svona málavesinni sem hann í smá svona mála eða svona lögsóknum sem hann að standa í og sendir Arngrím til Kaupmannahafnar og þegar hann þar að sinna því máli þá tekur hann með sér handritið að brefis og þá kemst Arngrímur inn í svona þessa kreðsu sko, fyrir að hanga með svona einhverjum svona köllum sem eru miklu eldri og miklu lærðar en hann, einhverjum svona sagnfræðingar sem áttu síðan eftir að vera stór nöfn eins og Arild Hvítfeldt til dæmis og sýnir þeim líklegast skiluru handritið sitt og þá vekur það athygli hjá þeim sko og þessu til dæmis Arild Hvítfeldt sem að síðan fer síðan að skrifa Danmerkur sögu og nýtur góðs af þá kunningsskap sínum við Arngrím og fleiri þarna gaurar sko. Níels Krag til dæmis líka frægur. Já. Hann skrifaði líka eitthvað svona Skandinavíu sögu eða Norðurlanda sögu sem að Já, því að það náttúrulega var þá stönsku fræðimenn náttúrulega voru takmarkaður í þetta hvað það var þeir náttúrulega kunni ekki norrænu þannig að þeir voru að skrifa til dæmis Danmerkur sögu eða eitthvað slíkt þá náttúrulega gáttu þeir ekki lesið konungasögur eða hinur þessu svona íslenskar heimildir þá náttúrulega var auðvitað maður eins og Arngrímur alveg ómetanlegur einmitt og þegar að Arngrímur síðan var hann út í Kaupmannahöfn og fekk hann þessa bók sína birta kom síðan aftur heim hélt áfram bréfasamskipti við það og þá einmitt hefur hann greinilega komið máli sínu þannig fyrir að konungur sendi út konungsbréf þess efnis að Íslendingar ættu að safna saman heimildum forn sögu Norðurlanda og Skandinavíu og láta Arngrím hafa eða hann ætti að taka við því annarkvort þá fá að lána eða uppskriftum og þetta var hann síðan að skrifa í bréfum við þessa gaura sko og sérstaklega eins og Níels Krag sem að skrifaði síðan hvort að hann var síðan svona konunglugu sagnaritari eða hver þeirra var það ég með það ekki sem að var að skrifa
Danasögu sko. Og þá sendi hann var úr því að skrifaði hann upp 2 bækur sem að hvort það var Rífe Danikung, mástu hvað hún hét? Hvaða bók er það? Já, Rerum Danicarum Fragmenta eða brot af Danasögu með viðauka elstu sögu Svíþjóðar og supplementum Historiae Norvagicae eða viðbætir við Noregs sögu sem að þá svona þessar sögur sem hann tók saman á latínu og sendi síðan til þessara gauðra í Kaupmannahöfn sem að þeir gátu kannski notað. Reynda segir hann Jakob Benediktsson sem hefur skrifað rosalega mikið mitt artgrím og hefur skrifað eingang í útgáfurnar á þessum ritum hans sem að sögufélag hefur gefið út. Segir að þessi rit urðu dönskum sagnfræðingum að minni notum en til var ætlast. En það skal þó getið að þau hafa hins vegar reynst síðari tímafræðimönnum mjög nytsamlega vegna þess að þar kemur fram að Arngrímur að vitna í handrit sem að við höfum ekki í dag eins og til dæmis Skjöldungasögu sem er texti sem hefur glatast með öllu sko. Nú nefndi þetta áður líka held ég. Já. En þeir höfðu náttúrulega fyrir sér það var til búið að skrifa upp einmitt konungasögur í Noregi sem að voru til þá á dönsku sem þýðing úr þá gammel norsk eins og þau sögðu sko. En það var ekkit endilega víst að þeir hafi vitað að þetta væri upprunalega á íslensku og væri til, þú veist, í betri útgáfu kannski á Íslandi eða eitthvað þannig sko. Nei, já, ekki. Það er áhugavert líka hvað maður kallaði, hvort maður kallaði íslensku eða hvort maður kannski vera réttar og kallaði þetta norræn því tölverðum munur svo sem ást og við kallum þetta oft íslensku en það er alltaf áhugavert að maður lesli þess að meðaldatexta og sérstaklega eins og það voru skrifað er alltaf sér maður fljótt og það er tölverðum munur hérna. Það er tölverðum móð til þess að lesa þessa meðaldatexta á íslensku, nútíma íslensku og norrænu. Já, þetta er það. Nei, þú veist, ég er að tala ég lesi heilmikið af þessum meðaldatextum og þá lesi það á eins og þau voru skrifaðir og þá á þessu þá sem við kalla norrænu en alltaf ef þú færir þetta til nútíma stafsetningar og slíkt þá er þetta að tala allt annað en það er oft meiri munur heldur en kannski menn láta uppi heima á Íslandi menn alltaf vilja það er flott að þetta sé bara íslenska en það er til dæmis þannig að nútíma norska til dæmis er nær norræna framburðinum heldur nútíma íslenska. Já. Það er til dæmis Snorri Sturluson myndi ekki skilja neitt hvað við erum að segja við ætlum að tala við hann. Það er mikill munur til dæmis á framburði. En hvernig er með svo til dæmis sko, þú veist, þegar þú færir þessu yfir í nútíma stafsetningu þú veist, þá eru orðin yfirleitt og setningarna þannig að þú skilur þar alveg. Hvernig getur það ekki verið skilur þú veist, láta það leggja á milli hluta hvort þú kallir það íslensku eða norrænu skilur því þannig að maður getur spurt sig hvenær hætti tungumál að vera norræna og verður að íslensku. Já, ég skilji. Nei, líka eins og með þarna alltaf breytist sko hvað orðin þýða jafnvel. Það er allir svona að tala það svona falskir vinir, orð sem eru vorulega svipuð eða kannski eins sem var heldur að þýða það sama en síðan getur verið alveg tölvörður kannski ekki nema blæbrigðamunur en síðan getur verið tölvörður munur á því og til dæmis mikið af þessum texta sem ég hef lesið eins og þegar ég var að lesa niðurstigningasögu og duggarsleiðslu og íslensku hómuljubókina og svona, þetta var oft heilmikið móð að komast í gegnum þessi texta og skilja hvað ég voru að segja heilagarmannasögur til þess að ég lesi allar og ég hef lesið alveg sko 1000 síðuna af þessum miðaldatextum og það kom mér eiginlega alltaf óvart hvað er mikið torf að koma sér gegnum það. Þetta er eins og bara með ensku til dæmis eins og ég nefndi síðast þetta þá voru að tala um gotnesku bókmenntirnar og til dæmis þar í The Castle of Otranto sem er þessi fyrsta gotneska bók þá notar hann til dæmis orðið ejaculated nokkur sinnum og í hans samtíma þá því það bara tala mjög hratt einstakka orð náttúrulega
til dæmis, það dæmi, en þú ert líka, þú veist, það munur og setningar uppbyggingu og það hitt og þetta, til dæmis, það var mjög fyndið þegar ég byrjaði allavega í BA-námi hérna í norrænum fræðum, að þá var eitt prófessorinn sem einmitt vissi að ég var íslendingur, þannig að baða mig að lesa norrænan texta fyrir sig og ég las hann þetta bara svo góð íslensku og þá einmitt hló hann og sagði, nei, kallið minn, þetta alveg kolrangt hjá þér. Ertu þá að tala framburðurinn eða? Til dæmis framburðurinn, já. Já, það náttúrulega skildu þetta allt annað, en það var svo, en það það sem ég að segja núna, það töluverður munur á því hvort það sé íslenska eða norræna. Já, framburðurinn, en setningabygging. Ekki bara framburðurinn, heldur líka textin. Þú getur bara flett upp Heilaramannssögum og byrjaði að lesa það og skilur strax. Nú er ég með hérna Færeyingasaga, Flateyjarbók, hérna fyrir frá mig. Reyndar í gamaldags stafsetningu, en það er hérna allir mis. Sigmundur drap Björn. Þennan tíma réð fyrir Svíþjóðu Eiríkur konungur hinn Sigursæli Bjarnason Eiríkssonar Eyvindarsonar. Hann var ríkur konungur. Einn vetur höfðu kaupmenn XII saman norrænir farið austan kjöl til Svíþjóðar og þeir komu í Svíaríki áttu þeir kaupstefnu við landsmenn og þú veist, þetta er bara, stafsetningin er öðruvísi og mögulega framburðurinn, en þú veist, þetta er bara sama tungumáli. Þetta er líka svo léttur einfaldur texti sem voru að vera. Ég ætla ekki að þykjast vera neinn expert í þessu, sko. Ég er engin expert í þessu. Nei, þetta er nú líka léttur og þægilegu texti sem þú valdir. En Flateyjarbók. Já, svona sagfræðateksti, ef þú tekur til dæmis þú valið til dæmis þessi texta séðanefna og byrjar að lesa Heilaramannssögur. Já, auðvitað. Eða þú veist, Konungsskuggsjá eða það fullt af textum, eða hvað þá vart fann að tala allir sem að nota ljóðin, þú veist ef þú lest til dæmis, það er alltaf elsta sem við höfum, þú vart að lesa dróttkvæði eða völusbója, það stór hluti af því sem maður skilur ekkert á, nema maður við til dæmis að gumar eru menn og hvað jór þýðir eða hitt og þetta, jarðarbur og allan þannig, og þetta er líka að tala líkingar, en ég veit þannig að Herðu, já, en þetta voru en já, pældi líka svo einmitt þegar sagfræðingarnir og þessi fræðmenn og þessi lærðumenn eru að brasa þarna með þá kringum 1600 og svona, þá eru þeir ennþá styttra frá þessum heimildum heldur en við erum í dag. Já. Það er náttúrulega líka áhugavert náttúrulega, og kannski það sem sérstaklega að tala við náttúrulega kannski af hverju hann til þess byrjaði að skrifa þetta rit. Já. Og ég er nú með rit hérna fyrir frá mig og svona eins og var lenska á þessum tíma að þá voru menn með langa titla. Við höfum nú lesið lengri titla, en ég ætla að koma með allan titilin á verkinu, þetta á íslensku. Og þá heitir ritið Stutt greinagerð Ísland, þar sem flettir ofan af missögnum höfunda eiland þetta og snúist gegn svívirðingum og álígum sem sumir útlendingar eru vanir að hafa í hámælum Íslendingum til armæði. Þannig að hann var ekki svaðilegur þessi titill, en þetta er samt svona fyndið hvernig þetta er svona típist fyrir hans samtíma. Einmitt, já, þetta er svona deiluritt, hann er að svara erlendum rógi. Já. Og hans lærimeistari eða svona patrón Guðbrandur Þorláksson biskup fékk hann til þess að skrifa þessa bók. En síðan er líka fyndið við þetta, hann skrifar síðan þá ritið auðvitað til konungs sem þá Kristján IV. Og mér finnst þetta líka fyndin sko, ef maður ber það saman við svona hvernig talaði þjóðhöfðingja í dag, þá langaði maður til þess að lesa líka svona hvernig hann byrjar þetta. Hann byrjar þá hérna, handa allra náðugustu landsdrottni og stjórnar herra Kristjáni IV, kjörnum konungi Danmerkur og Noregs, Vinda og Gauta, hertuga af Slesvík, Hortsetalandi, Stórmæri og Þéttmerski, greifa af Valdenborg og Delmenhorst, hinum mildasta herra. Þetta er svolítið bara síns tíma. Já, hinum mildasta herra. Hinum mildasta herra, já. En sko, þá búið að vera alls konar, eins og þau segja sko, mikið af fáránlegum bábiljum og illkvittnislegum og ærumiðandi skröksögum í gangi. Þar sem að Ísland birtist í erlendum ritum
og oft með alls konar fáránlegum bábiljum. Og ég ætla fyrst við erum að lesa og ætla ég að fá að lesa fyrir því hérna smá texta. Og það svona: Það liggur land norðvestur í hafi að sögn það bil 400 mílur eða meira frá Þýskalandi. Það heitir Ísland réttu nafni. Það furðulegt vegna frosts, regns, vinds og snjávar, en einkum vegna afar hárra fjalla. Þar sprettur gras einungis í dölunum. Menn eru bæði stórir og litlir vexti, en hórdómur og frillulifnaður þar mjög algengur og almennari en annar staðar. Þá telur almenningur það ekki syndsamlegt þó menn svíki þjóðverja rækilega í viðskiptum og telja það ekki óheiðalegt. Háir og lágir bera þar lítil klæði og eru hrokafullir í þokkabót. Mætist þeir á förnum vegi, kissa þeir hver annan á munnin. Á þann hátt heilsast þeir og tjá hver öðrum hugarþel sitt. Þar mikið að grjóti en lítið að sandi. Á öllu landinu ekki nema ein brú. Þar eru húsin niðri í jörðinni og þar ekki hægt að verja sig fyrir lúsum. Menn fara snemma hátt á kvöldin en seint á fæturnar á morgnana. Þeir sofa 10 eða fleiri saman í einni flatsæng, bæði karlar og konur saman. Þeir liggja andfætis og hrjóta og freta eins og svín undir einni vaðmáls ábreiðu. Þeir kasta allir af sér vatn í eitt stamp og þvo munn og höfuð hóflega úr því sem þeir köstuð af sér nóttina. Þetta segi ég almennt með sóma og þeim sem hvorki vilja né geta trúa þessu best að sigla þangað sjálfum og ferðast þar eins og ég hef gert svo þau kynnist sannleikanum sem best. Já. Þetta sem sagt þýskur rithöfundur eða skáld eða fræðimaður eða hvaða nú var, menn voru nú kannski yfirleitt margt í einu, sem heitir Górius Pearse, sem skrifaði hálfgerðan ljóðabálk Ísland sem kom út í Hamborg 1561. Og þetta fór svona rosalega fyrir hjartað á þessum gaurum, Guðbrandi og Arngrími og þeim. Og það kemur einmitt fram í brefi að bókin rituð til höfuðs öllum þessum illkvittnislegu skurrjöggsögum, en sérstaklega þessum Górius Pearse. Og ég með hérna viðbröð hans Þorláks sem við þessu, og það hans Guðbrand segja, Þorlákssonar, og það nefnilega svolítið skemmtilegu texti. Ef maður halda áfram þá lestrinum. Halda áfram upp lestri. En þegar ég byrjaði að lesa bókina, þetta var mjög áhugavert. En hann byrjar þá hérna einmitt. Heill góðfúsum og guðhræddum lesara. Í Hamborg árið 1561 eftir hingaðburð Krists eða þar bil leit dagsins ljós fóstur mjög vanskapað. Getið af þýskum angara var það bragsmíð á þýsku, mesti mykju og söguburður íslenska þjóð sem nokkru sinni hefur verið látin á þrykk útganga. Ekki lét forleikjarir sörlátið duga að ala þrekugt fóstrið einu sinni, heldur léta frá sér fara 3 eða 4 sinnum, vísast til að fá eftir fremsta megni brent hið napurlegasta last saklausa þjóð í vitund þjóðverja, Dana og þeirra grannþjóða svo aldrei fengist afmáð. Þannig að þetta var mjög fyrir brjóstið á þeim. Já, ég veit. En það nú kannski ekki skrítið að vera að segja að við séum að drekka hland á morgnana. Já. Nei, þetta er fyndið og líka svolítið fyndið að þessi þetta leggja út í svona leiðangur þú veist, við þurfum að svara þessu, við þurfum að halda uppi orðspori landsins, skilur við þurfum að sanna hérna fyrir og skrifa þú veist á latínu, skilur við og að því það þá fyrir alþjóðlegan lesenduhóp fræðimanna lærðra manna og það einmitt svo líka svo áhugavert að síðan að þegar hann Arngrímur einmitt byrjar að skrifa þá sinn texta að fyrsta setningin þar vísað í herguði Mars og Apollo og svo talað Mídas konung og það bara hann alveg keyrir upp alla þessa rómverska grísku goðafræði og vísar í goðafræðina alveg á fullu og það náttúrulega til þess að sýna
hvað hann lærður og hann að skrifa fyrir lærða menn sem þekktu þetta alveg út og inn. Einmitt. Og svo náttúrulega þetta líka eins og maður tala þetta svona bókmenntaverk í anda humanismans þessarar menningastefnu endurreisnarinnar sko, það sem sóttur innblástur í fornmenningu og Grikkja og Rómverja og svona. Já. Og hann ekki með líka bara oft í þessu riti að vísa í svona kunna ég alltaf bæði svona samtíðamanna og svo líka í svona gríska og rómverska rithöfundis og Aristoteles og Cicero og Vergilius og Plinius og Ovidius og svona. Hann vísar í alla þessa og latína náttúrulega líka, hans öll líka eftir því, þú veist eins og hann til dæmis líkir sér við Pompeius sem var hann í fyrsta þrímenningarbandalæginu, það ekki kallað það? Já. Þá vísar hann í þessa sögu þegar að það var hann einhver hungursneið eða sultur í Rómaborg og Pompeius var búinn að viða að sér korni frá, var það ekki Norður-Afríku og Sikilei og eitthvað svona og síðan ætlaði hann að leggja úr höfn og sigla til Rómaborg og meld kornið og stormur og menn lögðu ekki að fara af stað og þá sagði hann þessi fleygu orð að hann nauðsynlegt að sigla en ekki að lifa og steig fyrstur borð og Arngrímur einmitt líkir sér við þetta, þú veist að það nauðsynlegt að svara þessum óhróðri sem búið að hafa uppi landið og notar svolítið svona stríðsmyndlíkingar og eins og þetta hann vísa í stríðsguði Mars og svona og svo hann í bókinni þá vísar hann einmitt í þessa sko fornmenninguna alveg á full og sýnir náttúrulega að hann fornmenntamaður alveg gjörsamlega frá A til Ö og það einmitt mjög áhugavert að sjá einmitt sko svona stíl þessa tíma að þetta eitthvað sem sko fæstir skilja í dag og allar þessar tilvísanir í hitt og þetta fæstir vita til dæmis ég held að fólk sem kannski þekki eitthvað Mídas konung sem breytti öllu gull sem að snerti en kannski þekki síður til sagna eins og þegar hann á að halda þér fram að eitthvað tónskáld hafi verið betra heldur en Apollón til dæmis og það var að refsaði Apollónu með að láta falla með asnæru og hann að vísa í allavegna svona sögur og auðvitað höfðar það náttúrulega frekar auðvitað til þessar menntamanna sem hann að skrifa fyrir eins og við sjáum bara með fræðiteksta sem maður að lesa sjálfur í dag að þeir eru auðvitað að skrifa á sérstöku tungumáli sagfræði skrifu fyrir sagfræðinga eru auðvitað ekkert skrifuð á okkur svona almennu máli hvort sem það sé íslenska eða enska eða hvað maður með allavega sér hugtök og svolítið svona eigið tungumál og það þetta eitthvað sem hann gerði og síðan tekur hann einmitt að þetta ljóð þá og tekur það fyrir bara kafla eftir kafla og ljóðið hans þarna Pierce og þá byrjar hann til dæmis á því að hann talar þá þetta fyrsta hluta sko eyjan sem Pierce segi eyjan Ísland liggur út í hafsauga óra fjarri öðrum löndum og sjófarendum naumast kunn og það byrjar Arngrímur að ræða þetta og áhugaverð þá til þess að því hún nefndir þetta með hann Guðmund Guðbrand segi hann með talar þessar sko lengdargráður og breiddargráður og velta svona fyrir sér hvað Ísland sé staðsett og stærð landsins og svona þá er náttúrulega líka í allar þessari fornmenntastefnu og þessum svona vísindum síns tíma einmitt algjörlega. Það er náttúrulega líka það sem er mikilvægt með þessa menn þeir náttúrulega voru svona alfræðingar margir hverjir Nei, mér líka svolítið athyglisvert þetta sko því að þú veist, auðvitað er þetta svona kannski sérstaklega þetta verk en það er líka bara svona hinnar almennu rógsögur sem að voru í gangi á þessum tíma og það er til dæmis talað að hann sé sko, það er alveg önnur nöfn sem hafa verið nefnd þarna eins og Albert Krantz, Jakob Siegler og Ólafus Magnús til dæmis sem er nú frægur Sebastian Münster og fleiri svona sem voru að skrifa á þessum tíma en þessi menn voru ofta að skrifa svona yfirlitsrit landafræðirit skilurðu það sem að Ísland kemur fyrir og
í þessum lýsingum þá á Íslandi koma fyrir alls konar svona alls konar svona bullsögur og hann ágæti íslenski sagnfræðingur Sumarleið Ísleifsson einmitt skrifaði svolítið viðhorfasögu til Íslands í svona frekar nýlegri bók sem kom út hérna fyrir 1-2 árum síðan í fjarska norðursins, nefnt hana áður hérna í podcastinu og þar alveg gert vel grein fyrir þess svona hvernig þetta birtist í þessum erlendu bókmenntum alveg frá miðöldum og fram til í dag sko. Og einmitt að þú nefnir að fjarlæðina sko, að Sumarliði segir einmitt í að sko fyrir 1800 þá Ísland sko svona hluti af hinu framandi fjarlæga, óþekkta, ósiðmenntaða hrikalega norðri sko. Svo breytist þetta eftir 1800 og þá verður Ísland svona sögueyja og útópía og eitthvað svo leið sko en það alltaf þetta sko að þetta einmitt á þessum tíma þegar menn eru sko að alltaf skrifa þú veist þekkta heima og framandi heima og kemur beint inn í þetta með sko líka landafundina skilur og menn eru uppteknir af sko framandi þjóðum skilur og framandi stöðum og hann nefnir það einmitt á einhverju stað í bókinni sko að þú þetta með miðalda sko umsagnir Ísland eins og Adam frá Brimum til dæmis frægt það sem hann skrifaði Ísland og Saxo Grammaticus og ekki þessi danski sagfræðingurinn sem að skrifa þetta á hámiðöldum eða 11-12 öld eitthvað svo leys og þá kemur fram þessi fyrsta svona mýta Ísland sem eitthvað svona fjarlægt og mjög skeri staður sko svo byrjar þetta að breytast svolítið svona miðja 16. öld að þá fer svona auka svolítið áhugi manna á svona framandi svæðum eins og ég var að koma inn og það tengist einmitt landafundunum sko og líka auknum umsvifum sko bara á norðurhöfum og það geti tengst sko því að þú veist að menn að leita að hérna siglingaleiðinni norður fyrir og þá fara menn að þvælast rosa mikið til Íslands, Grænlands, Svalbarða Norður Noregs og svo framvegis sko, við líka talað að það hefur verið sko mikil veiði auðvitað, Ísleifur talar í bókinni að það hefur verið lýsisæði á þessum tíma sem svo gullæði sko var á höttunum eftir lýsi sko englendingar og hollendingar, danir og þjóðverjar og svona við þekkjum þetta vel í sögu Íslands þar sem þetta voru mikil umsvif enskra og þýskra og hollenskra fiskimanna og svona og það einmitt líka á þessum tíma sem við förum að sjá allir þessi kort sko, fara að koma svo mikið að nýjum kortum skilur í dreifingu, sérstaklega svona hollenskum kortum og svona og þá fara menn einmitt að skrifa Ísland og það helst svolítið sko áfram þessi gamla mýta þú veist, hið illa Ísland sem svona kalt og hrikalegt, þú veist, það eru eilíf eldgos, eilífur hafís og það eru sæskrímsli og það eru draugar og allt þetta sko og svo þetta sko einmitt þetta villimannadæmi sko sem að kemur svolítið inn í þetta líka sko að líka landsmönnum við dýr eða villimenn með því að draga upp svona hluti við þá sem eru ósiðmenntaðir sko eins og að Íslendingar klæðast villidýra húðum þeir eru hvítir eins og þú veist hvítabirnir og hérar og svona þú veist þeir eru smávaxnir eða risavaxnir þú veist éta kerti, éta úlfa éta úldið og orm étið kjöt éta skóna sína, drekka hland drekka sjó allt þetta og það hérna kvótið mitt hérna í Andrew Bord sem var enskur læknir og rithöfundur sem skrifar í 16. öld hérna. Íslendingar eru dýrslegar verur, ósiðaðar og þekkingarlausar. Þeir búa ekki í húsum, heldur liggja saman í hellum eins og svín. Þeir klæðast skinnum villidýra og eru eins og nýfundna fólkið. Nýfundna, það er að segja, frumbyggjar sko. Þetta svolítið svona þessi umræða sem í gangi sko. Og hún náttúrulega blómstrar náttúrulega út af fjarlæðinni eins og sjáum alltaf hvað er það að dæmi í dag Noregur í dag Noregur svo sem fyrir Ísland hefur aldrei verið neitt framandi eða fullt af ykkur undra veru með eitthvað áhugavert þannig séð, það er svo nálægt og þú ætti að fara lengra frá og hún sér náttúrulega bara í mannkynssögunni að
þetta framandi villimannslega hefur alltaf orðið fjarlægar og fjarlægara fyrir Rómverja við Krispur til dæmis þá var náttúrulega þurftur ekki að fara lengri bara kannski til landsins í dag sem eins og Belgía eða jafnvel bara Frakklands og þar fannastu allan að villimennsku og framhandleika en svo eftir því sem þessum svæðum voru sko hvernig vafin saman að þá náttúrulega þarf alltaf að fara lengra og lengra eins og það sem gerist með Ísland eftir því sem tækninni fleitti fram og það var einfaldar að sigla til landsins og meiri samskipti og slíkt að það náttúrulega hverfur allt þetta því þetta framandi náttúrulega blómstrar náttúrulega í þekkingarleysinu og þekkingarleysið er venjulega afsprengi þess að þú þekkir ekki til það er erfitt að komast þangað, það er fjarlægt, það er einangrað eða hvað það er samanber það að þau síðustu svona svæði í heiminum í dag það eru hálendi Papúu Nýju-Gíneu Amazon frumskógurinn Adamanteyjar í Indlandshafi eitthvað svona síðustu einangruðu svæðin þar sem getur kannski mögulega eru ennþá mannætur þarna eða svona fólk eða eitthvað svona en þetta er eiginlega degi út af því náttúrulega allt er orðið svo rosalega tengt í dag já og maður alltaf verður að hafa svolítið með því þegar maður lesa texta en síðan alltaf líka það að ef maður reynir að sjá fyrir sig hvernig var til dæmis fyrir kannski Þjóðverja eða Hollending eða Breta sem fór til Íslands á aldamótin 1600 það eru þetta verið menningarsjokk að sjá fólki búa allir í torfkofum þú hefur ekkert sambærilegt í Amsterdam eða Hamborg og Íslendingar sváfu og naktir í svona eitthvað svona fletum þá eða í rúmum sínum og það er allir eins og áhugavert þegar vorum að tala um Tyrkjaránið þegar Tyrkirnir komu þetta fólki óvörum og þá gripuður bókstæðar fólk bara nakið í rúmum sínum og enn fyrir mér sem er að tala með matarið og svona, við vitum það Íslendingar borðu, kæstar mat og eða eins og það eins og hann talar hann þessi þýski hvað heit hann, Per eitthvað, nei Petrus Pers eða það er nú kannski svona enski fisseruð hvernig við segjum bara þýsku Pers eða eitthvað Pers? Veit það ekki Pers? Nei, það var danska allavega eins og hann til þess að tekur sem eitt dæmi að Íslendingar borða ekki brauð heldur noti fisk í staðin fyrir brauð það er létt að hugsa sér að hann er kannski ekki harðfisk en það er líka þessi tenging við þessa svoköllu villimennsku nú ætlum við að aðtúa það við erum að tala náttúrulega tímabil það sem menn eru að uppgöta nýjar þjóðir og eru náttúrulega alveg á kafi í svona siðmenningar missjóni og trúboði og alls konar svoleiði sko og ég með þetta með sko að borða villtan mat gagnrýni Íslendinga fyrir að borða fisk og borða ref og okkur fyrst það nú kannski þótti það á meginlandinu á miðöldum eða á þessum tíma kannski þótti það eitthvað ekki nóg fínt sko að borða ekki ræktaðan mat sko, ég veit það ekki Nei, það er náttúrulega líka það er náttúrulega mikilvægt að halda því á lofti líka að ég held að sé rangt að ímynda sér að hafa til vera þannig að heilt samfélag hafi svona búið til einhverju ímynda öðru samfélagi því framan af í sögu Evrópu hefur þetta náttúrulega fyrst og fremst verið ákveðin elíta sem var að skrifa fyrir meðlimið og eigin elít þetta er náttúrulega bara einstaka bækur þegar svona enskur lord er að skrifa einhver enskur herra eða þýskur eða hvað það er þetta gæti bent á allar svona villimanns aðtæga það mögulega á Íslandi en þeir hefur náttúrulega líka gert það sama í Wales eða einhverjum afskipti Frakklands eða hvað það er en þetta er náttúrulega líka svo Arngrímur og náttúrulega líka bara þannig sé í ykkur hálfgerðum fílabeinsturni með að við kannski alveg því manna á Íslandi sko þetta voru náttúrulega einhverjir mikil fyrirmenni þarna, þetta voru hólabiskup og rektor og hólaskóla og þau voru að fá lén og konungsjarðir að gjöf og hitt og þetta sko og Arngrímur viðkennir það á einum stað að sökum fátæktar að þá sé það nú rétt að fólk þá þarna á Suðurlands undirlendi eða þá ekki þarna á svæði kannski Stokkseyri Eyrarbakki þar
að það fólk búi þá hjá skepnum sínum til þess að halda á sig hita. Þá sem sagt hvort að baðstofan sé það ekki byggð fyrir ofan fjósið og eitthvað þannig til þess að nýta hitan, en hann segir þá að það sé þá út af fátækt og sé ekki að nota það til þess að alhæfa alla, því það eitt af því sem var verið að saka Íslendingum að þeir myndi bara búa með dýrunum. Já. Þannig að það áhugaverð til dæmis að hann tekur upp það og segir þá að þarna sé verið að alhæfa, þetta sé bara út af fátækt og eigi bara við takmarkaðan hóp. Já. En síðan það sem að ég hugsa samt fljótt oft líka með allan svona varnaritt þegar eitthvað fer svona fyrir brjóstuðamönnum, þá náttúrulega það líka spurning, það út af einhverju minnumótakennd? Þegar verið að kannski verið að tala eitthvað voðalega þú veist, það mikið íkjur og svona, en þú veist, við hlæjum að þessu núna. Já, en það samt líka, ég meina, eins og við höfum nefnt áður, ég meina, oft borið á góma hérna hjá okkur, sko, þetta, þú veist, þessi sjálfsmynd Íslendinga og þessi þörf til þess að einhvern veginn, við erum alltaf að bera okkur sama við útlönd og við erum alltaf einhvern veginn, einhver talaði um Ísland í blaðinu eða þú veist, og þú veist, og þetta svona, við erum ekki ósiðmenntu og það einmitt þetta, sko, í þessari bók, að það einmitt, og það kannski það sem þá nýjungin líka að þú veist að það þá verið að segja, herru, ok, þið eru hérna með þessa hugmynd sem þið hafið okkur hérna, og hafa þeir hann að nota fornsögurnar og samfélagið íslenska og draga fram þá jákvæða hluti þar til að sýna við höfum allavega verið siðmenntuð og tala þá til dæmis þú veist, myndaleg húsakynni á fornöld, sko, viðarhús og viðarkirkjur og eitthvað svona í staðinn fyrir, sko, það hafi verið glæsilegir húsakostur áður fyrir en síðan hafi þetta svona grotnað aðeins niður. Einmitt, sem svo har við þessum lýsingum á hvalbeina húsum og hellum og kofum og svona og líka eins og veislur og leikar til forna og svona, en ekki svolítið að lýsa þessu forna samfélagi Íslendinga sem að við heldum síðan náttúrulega áfram með þetta, þessu gullöld Íslendinga, Jón Aðils og þú veist þessi söguskuðum sjálfstæðisbaráttunar og svona. Já. Að glorifisera fornöldina, sko, þjóðveldisöld og samfélagið sem við sjáum í fornbókmenntunum, sko. Já, og til dæmis það sem ég veist vera sérstaklega góða punktur til hjá honum að það er alveg klassískt þessi hugmyndið þessum Heklu sem helvíti eða inngangin í helvíti eða eitthvað slíkt og það hefur verið svona eitthvað legasaga sem menn hafa oft verið að nota og sérstaklega í svona skrifum Ísland og það er svona að sína hvað þetta er framandi að nota þá til þeim sem Heklu sem eitthvað slíkt og þá það einmitt þá sér maður einmitt þetta hjá Arngrími að hann ber þá Heklu saman við Etnu og Sikiley. Já, einmitt. Og bendir þá á að sko menn ekki að tala það sem einhvern innganga helvíti og það ekki eitthvað rosa sögur það. Reyndar finnast aðeins á slíku sögum en það hefur þá greinilega ekki verið eitthvað sem var mikið haft uppi í hans samtíma. En allavega og þá segir hann til þess að það menn ekkert að tala eitthvað slíkt dæmi og það sé þá algjört rugl að vera eitthvað að halda þig fram að svona eldfjall á Íslandi sé eitthvað sérstakt og síðan sér maður þá líka þarna svona þennan vísi að nútímanum að hann útskýrir síðan eldfjall. Já. Og hans útskýring þá að í Heklu séu ykkur brennanleg efni eins og saltpétur og eitthvað slíkt og síðan eru þá öllum líkendum einhver staðar rifur inn í eldfjallið og loft nær að blása þar inn og þá virkar eldfjallið síðan þá eins og físilbelgur og þannig æsir þá náttúrulega loftið og súrefni sem kemur inn eldin sem þá þarna inn og síðan brennur hann þá og kemur síðan út og líkir þessu við byssur og svona stríðsvélar og þannig að hann þá já, basically að afsanna þá einhverjar mýtur eldgosi sem eitthvað svona eldfjöllin sem eitthvað svona yfirnáttúrulegt og bara reyna að útskýra hvað þetta þá sem náttúrufræðilegt fyrirbrigði. Já, þetta er bara náttúrufræði. Og þú veist, jú þetta er rétt útskýring hjá honum en hún samt
mjög áhuga fyrir þær sakir að þetta sko náttúrufræðileg útskýring á eldfjalli, þetta vissi hann ekkert hvernig það væri með einhverja kviku og hraun og fleka og eitthvað slíkt, en allavega hann skýtur alveg niður eitthvað svona yfirnáttúrulegar útskýringar, og eins það að hann tala himnaríki og helvíti eða helvíti þá sérstaklega í þessum samhengi að það sé eitthvað sko handan heim sem hafi ekkert að gera með náttúru jarðar, alveg sama hvar það er. Nei. Og þá sé maður einmitt þessa sko fornmennta stefnuna, og alltaf sérstaklega það áhugaverð þessi sammengingu út af við etnu. Já. En þarna sjáum við þetta aftur, það er þessi fjarlæðin leyfið er að segja meir og gera eitthvað, þetta er eins og bara með Íslendingasögur og fornaldasögur Norðurlanda. Ef þú ætlar að lesa dreka og elgfróða og finngálkn og eitthvað svona, þá finnur það í fornaldasögur Norðurlanda sem gerast einhvers staðar á framandi svæðum. Já. Þú ert ekki að lesa það í Vopnafirði eða Ísafjarðardjúpi eða eitthvað. Það er svo skemmtilegt líka, þú veist, þessi svona meðalvegur frá, þú veist, einhvern veginn svona óupplýstu, hvað ég segja, sko, miðaldasamfélagi yfir í þetta upplýsta nútímasamfélag, þar sem þú ert með sko einmitt lærðamenn sem er að beita rökum og er að beita náttúrufræði og landafræði, útreikningum og alls konar, en þú ert samt ennþá með bókstafstrú á gamlar sögur og þú veist, og svo segir helvíti, skilur, það er ekkert verið að segja helvíti sé ekki til, skilur, en það er bara ekki á Íslandi, skilur. Já, allan ekki á jörðinni. Já, ekki á jörðinni, já. Já, þetta er skemmtilegt. En svo er hann líka svolítið mitt að draga fram þá hugmynd að Íslendingar séu kristnir, en það ekki. Og tala uppruna Íslendinga sem kemur inn með þessa hugmynd að Íslendingar séu komnir af Norðmönnum og þessum norrænu þjóðum og sem var ekkert eitthvað sem að margir voru að tala um. Nei, og það er einmitt, þá sjáum við líka þarna er fræðimaður, eða var fræðimaður, þá er einmitt að vinna með heimildir og vinna með þær heimildir sem hann hafði. Einmitt. Það vísar þá allir að síða, ekki Adam af Bremen eða Adam af Brimum, hvað ætluðu það ekki það á íslensku. Hann héldu fram að Íslendingar hefði orðið kristi 1070 og þá einmitt var Arngrímur að hrekja það og fer þá yfir þessa sögu með kristnitökun árið 1000 og Þangbrand sem komið með þetta skömmu áður og tala líka Orustanu Stiklastaði 1030 og kristindómin í Noregi og slíkt, og er þá að vísa í þá auðvitað norrænar heimildir til þess að sína fram á það að Íslendingar hafi verið kristnir mikið fyrir 1070. Og einmitt líka tekur upp þá síðan biskupaskrána og nefnir þá alla biskupa þá frá den fyrsta til sín samtíma, ekki Ísleifur den fyrsti biskupin Gissur var ekki, jú einmitt, já. Og þá einmitt, þetta sér maður eins og vorum að segja, þarna er fræðimaður að vinna með heimildir. Algjörlega, já. En þetta er ekki, að því þetta er deiluritt, þá að vera að svara einstaka punktum eða ekki, þannig að þetta er ekki systematísk yfirferð sögu og landafræði Ísland sem að kannski krímógegar síðan meira. Nei, og það er nefnilega málið að þetta er einhvern bara svona byrjunin og síðan alltaf þessa heimildir sem að vinna með vannan mikið meira með setna og þá komum þessi fræði rit það sem er farið skilmerkilega yfir söguna í staðin fyrir að svara það einstökum hlutum eins og hver kafli í þessu riti byrjar þá með því að hann vísar í hvað hann ætlar síðan að hrekja. Punkt, einmitt. Hvernig er þessi bók byggð upp? Og hvað er talað hann í þessari bók? Svona við förum að sé við það. Jú, hann byrjar þá bara á byrjunin á ljóðinu og tekur síðan upp bara hvern þátt eftir annan, eins og hérna allir 7. kafli, þá skrifar hann hérna og er þá að vísa í ljóðið. Þeir hafa börn sín og hvolpa að jafninglu metum nema eitthvað hægar eða að fá hjá fátæklingi son hans en hvolp og svo framvegis. Og þá byrjar hann síðan að tala það það sé nú ekki þannig að Íslendingar skrifi hvolpa sína herra en eigin börn en tala samt líka það mikilvægt að huga að dýrum og slíku en
og þá auðvitað að vísa þá í grísk-rómverska goðafræði og svo svona hrekur hann þá þetta, eyðir mismiklu púðri í hvert hluta en til dæmis en svo bara hérna næsti kafli það 8 þá ég haldið fram með þessu ljóði að Íslendingar hlýði biskupum sínum í einu og öllu og þá talar hann Arngrímur það að biskupar eru mikilsmettir menn og mikilvægt auðvitað að hlusta á það sé ekki þannig að þeim sé hlýtt alveg í einu og öllu þannig að það mjög stuttur kafli og svo heldur hann bara svona áfram fyrir gegnum allt ljóði og náttúrulega mislangi kaflar það er náttúrulega mismunandi hvað svona þarf að eyða mestu púður í og hvað fer mest fyrir hjartað á honum hórdómur til dæmis hann eyði miklu púður í hann og þá vísar hann til dæmis í bara lagabókstafinn og refsingar til dæmis og viðurlög við því að drýja hór og bendir á til dæmis á eitt hórdómsbrot var það jú við hvort það var ekki dauðasök við því eftir 3. skipti þá og þá notar hann það sem rök samfélag sem tilbúið dæma mann til dauða fyrir hórdóm eftir hann hefur dríkt hór 3 sinnum það er ekki samfélag sem lítur mildum augum á okkur frillu líf og slíkt en síðan líka það er ofta eitthvað sem er komið upp á Íslandi þetta með að menn hafi kannski séð svolítið í gegnum fingur sér en ég er nokkuð viss að þú lest heimildin og þá stemmir það nú að ýmsu leyti það er ekki tilviljun að Jón Arason eignaðist 4 börn síðasti kaþólski biskupinn nei og margir af þessum íslensku höfðingjum og svona þeir áttu sínar frillur og menn skildu tiltölu auðveldlega framan af og eignuðust börn með hinum og þessum endurgiftust og svona gerðu nokkurn veginn það sem þeir vildu það var oft mjög strangara nær Rómaborg en það var á Íslandi og ekki það, ég sé allir bara í Noregi í dag auðvitað ég í mjög íhaldssömum hópum alltaf þegar ég að kynnast svona hín og þessu fólki í norsku kirkjunni og auðvitað það allavega fólk þar auðvitað þannig að maður að passa sig auðvitað alhefa en Noregur mjög íhaldsamt samfélag ýmsu leyti og ég hef alveg verið spurður út í þallum hvernig standa því að Íslendingar eigi börn með þessum og börn með hinum og fólki veist líka skrítið hvað Íslendingar eru oft trúlofaðir lengi það þykir mikið fyrir það hvað liðir þú hanga með? Nei, því að þú skoðar tölur almennt og þá giftast normenn sig fyrr þeir eru ekki normenn er ekki trúlofaðar sem lengi eins og bara í Bandaríkjunum þegar ákveður trúlofaði í Bandaríkjunum þá giftir þau eftir ár það er standard og í Íslandi er það svona það er bara eftir hendisemi Nei, hórdómurinn norski rannsóknarétturinn passar upp á það Herri bréfis þetta ekki bókinni skipt basically upp í 2 kafla það fyrst að vera að tala um landið og svo vera að tala um fólkið það er rétt, það er fyrir og setni hluti og það alveg líka verið að svara svona staðreyndavillu með það ekki eins og með stærð og fólksfjölda og nafnið á landinu og hafís og svona einmitt ekki talað svolítið um dýr og flóru og fána og svona Jú, til dæmis ég haldi fram að hér séu tröllhvalir eða djöfulshvalir sem eru svo stórir og miklir að þeir kannski liggja einhver staðar út í sjó og menn sigla að og halda kannski að þetta sé bara land og kasta akkeri og þá allt í einu kippist hvalurinn til og sekkur og dregur menn með sér Það er að tala um eitthvað svona rugl og þá mitt bendir hann einmitt líka á hann Arngrímur að þetta sé röng orð líka að kalla þetta tröllhvali og þýða það sem djöfulshvali og eitthvað þannig að þarna sé hann að blanda saman orðin tröll og djöfull náttúrulega það segja bendir náttúrulega á það að tröll náttúrulega er eitthvað skona risi sem býr upp í fjöllum og síðan segja náttúrulega líka bara hvað þetta sé mikið rugl það sé ekkert eitthvað svona hvalir við Íslandsstrendur
Nei. En þetta hafði nú alveg svona sko, þetta hafði nú kannski ekki þau áhrif að ímynd landsins breyttist neitt gríðarlega mikið, en það héldum nú áfram að tala illa landið sem framandi og villimannslegt og meira segja eftir að menn fóru að koma hérna í sem ferðamenn upp úr 17. og 18. öld og svona þessar ferðasögur sem fara að koma þá hefur svo hann Sumaliði Ísleifsson hefur bent á að jafnvel þó menn hafi verið að koma sjálfur sko, þá heldur þau samt áfram að taka með sér þessar mýtur og sníða þá oft sína frásögn bara inn í mýturnar sko. En þetta hafði nú samt einhver áhrif og það nú talað að þessi ímynd sem að síðar átt eftir að verða allsráðandi Ísland sem bókmennta eyju og sögu eyju og svona hún fer svona aðeins að bera á þessari ímynd í erlendum verkum svona upp úr 1600. Já. Þannig að þetta var ekki bara slæmar hugmyndir auðvitað voru náttúrulega líka til jákvæðar mýtur Ísland sko, eins og til dæmis svona, já, þú veist, Íslendingar eru frjálsir náttúru, þú veist, frjáls náttúrubödd skiluru og þú veist, þeir eru ekkert að spá í þeir eru ekkert að stressa sig og þú veist, og svona, eitthvað þannig sko, en það samt svona líka þessi svona hugmyndum Íslendinga þá sem svona frumstæða skilur eða þannig sé ekki svona það er það frjálsir frá þessu harki sem það síðan þetta þjóðir þurfa að berast með sko sem að kannski Íslendingarnir hafa ekkert verið ánægði með heldur hvað sem er sko. Nei, en það alltaf hangir alltaf líka saman með þú getur þetta valið alltaf líka bara hvað þú ákveður að horfa á og svolítið búið til ímynd þannig að því þetta er til dæmis með Ísland, ef þú velur að horfa bara á norrænar bókmenntir, já, þú getur þetta búið til ímyndið að þetta sé eitthvað glæsileg menningaþjóð og sér getur þú bent á eitthvað eins og læsi var nú tölvert meira hér heldur en öðrum svæðum í Evrópu og eitthvað slíkt og áttaltinn er búin að búa til eitthvað glæsilega mynd sem byggist nú á okkur sannleikskjarna en þú getur þetta líka valið að líta á ykkur sko kotbíli og ykkur niðurgrafna torfbæi hér og þar og sára fátækt og grálúsugan almúa og búið til ykkur myndum með dýrslegt fólk. Já. Það fyrir bara eftir í hvaða fordómum maður velur að hlúa að og halda uppi og hvað ekki. Já. Það er náttúrulega þannig alla hluti, það skiptir ekki máli. Þetta er eins og bara, ég upplifi oft í Noregi, mér finnst það mjög fyndið að mér líður stundum svona eins og ég sé svona eitthvað svona hálgerð, eitthvað svona, ég veit ekki hvað að kalla, eitthvað svona álfur, sagnavera eða álfur eða eitthvað svona, ég komi frá þessu sko, já, svo flott á Íslandi, mér er alltaf langa að fara til Íslands maður og já, svo mikið saga, svo mikið svona og svona og þannig, ég sagði, já, maður veit ekki alveg hvað maður að segja við þessu, en Nei. Þú veist, Ísland er bara venjulegt land þessu hvert annað. En þetta hafði Nei, og þú veist, þegar menn eru margir búin að búið til svona myndir þá getur menn kannski orðið fyrir vonbrigðum, svona eins og hérna Íslandsæventýri Himmlers þegar nasistarnir sáu nú hvernig umhorf var í Reykjavík eftir að búið sér til þess að glæstu ímynd og eru fyrir miklu vonbrigðum. Svo var hann hérna ræðismæðurinn Gerlach að skrifa hvað Íslendingar væri nú mikið djöfisins hiski. Það var nú alls ekki þetta þessi herra þjóð sem að heldur sko. Nei. En það kemur svona, fer hans að bera á svo við erum alveg nefnt að allumis þegar menn er að skrifa á 17. öld sko, þá fer að bera á einmitt þessum staðreyndum til dæmis að Íslendingar séu kristnir eftir allt saman og að þeir séu og sagan af landnáminu og uppruni Íslendinga sem afkomandi normann og svona, það fer að koma inn í rita á 17. öld sem menn hafa talið að geti jafnvel verið kannski áhrif frá þessu þessari landkynningu og einmitt þarna sumir fræðimenn sem að menn hafa séð alveg klálega þú veist að þeir hafi verið með bókina og aðri fræðimenn sem að hafa beinleinis sko vitnað í bókina eða skrifað hann upp og byrt hana hjá sér og svo náttúrulega kom bókin út sko í enskri þýðingu kom alltaf fyrst út á latinu en svo kom mjög fljótlega út á ensku í safni Richard Hakluyt sem er enskur ritstjóri og rithöfundur sem að gaf út svona ferðalýsingar og svo leiðist þannig að hún fekk alveg útbreiðslu líka á ensku og svo framvegis sko þannig að þetta hefur alveg haft einhver áhrif sko. Já,
Já, gerði það en ljóðið hans per se eða hvað sem hann hét því var líka ennþá haldið í prentun eitthvað eftir þetta Já. Þannig að það var ekki slegið út með þessu riti Nei einmitt en það líka þannig, þú veist það er það sem er kannski juicy eins og ég hef nefnt áður sem hefur verið svolítið svona já, hvað kallar maður svona guilty pleasure hjá mér að lesa þessar svona ancient astronaut theory eitthvað svona Erik von Däniken til dæmis og allt þetta rugl sem hann að tala að hafa verið geimverur hérna áður fyrr og þær hafa staðið bak við allar þessar byggingu píramítur og eitthvað svona ég hef haft voða gaman að lesa svona og lesa það mér til skemmtunar mér til skemmtunar taka það fram en veist, það er rit sem er endalist í prentun veist, þetta alveg fullt af þessum bókum og þetta er rakið aftur og aftur og einhverjir aumingjasfræðimenn sem bara rista hausinn og skilja ekkert í þessu og líta sem svo á að þeir verði bara að taka þennan bagga og skrifa gegn þessu rugli en hitt heldur samt áfram Nákvæmlega en það er vegna það er eitthvað við það, veist, það getur verið spennandi áhugavert eða hvað það er og það er alltaf með svona lífsögur og þetta er gaman, það getur verið gaman að lesa til dæmis ferðabækur eða lýsingar á hinu og þessu það sem að kannski menn íkjaðins getur gert söguna betri þá ekki sem þá sagnfræði heldur sem sögu góð saga sko góð saga Nákvæmlega en þá erum við aðeins búinir að taka fyrir góðvinn þáttarins Arngrím lærða getur nú vel verið að hann komi aftur fyrir hérna hjá okkur og ég var nú einmitt að hugsa þegar við vorum að spá í þessu núna krimogja, þetta er hérna náttúrulega þetta eitthvað sem tekist sem virðist þess að við séum eitthvað obsessed af þessu ég svo sem kannast nú ekki við að hafa verið mjög obsessed af þessu áður þetta er nú bara svona gerst sko þetta er bara hvað þið gerst en ég hef ekki eins og ennþá lesið bók hérna en ég þarf nú að gera það Krimogju? Já Sýndu mér hérna bókina sem þú út með lítur hún ekki svona út veistu þessi? Jú, en ég reyndar líka með kápu fyrir hana Já, mitt. Þetta er sko Smárit sögufélags Safn sögufélags þau gáðu þetta út Já Eitthvað tíma Þú átt hana líka? Nei, þetta er krimogja sem ég er með hérna Já, ekki í brefis sko Já, þú átt krimogja Já, ég er nefnilega að reyna að finna krimogja í sumar Já Einmitt. En herðu, ég ætlaði að segja ég var nefndi að spá í sko að því að ég kom nú aðeins í síðasta þætti að hlaðarpið sögurskoðun var nú 4 ára núna í haust og svona í tilefni af því þá fór ég og hreinsaði aðeins til fyrsta þáttin sem að ber titilinn Kimar sögunar eða Pilot sem að er fyrsti þátturinn sem við tókum upp og örgulega margir sem hlusta á að því þú veist það er fyrsti þátturinn hann ég fór aðeins í gegnum hann og gerði hann aðeins upp lagaði aðeins hljóðið og svona og fiksaði hann aðeins til sko og svona þegar ég var að hlusta á því ég hef ekki hlusta á þetta í mjög langan tíma það er svo tíði liðin að ég einhvern veginn get hlusta á svo gamlu þætti sko ég get það ekki lengur Nei. En já, ég fór að spá í sko að kannski skuldum við hlustendum að segja frá sögunni af því hvernig hlaðvarpið var til. Ég veit ekki hvort að sú saga hafi verið sögð. Já. Nei, við höfum alltaf aldrei talað um það. Við ættum að gera það. Það er einmitt svo skemmtilegt sko með þennan þátt því að þess ég segi, ég hlustaði á annað og svo sem alveg svona gáulegt sem að var sagt þar sko en þú veist, við settumst niður, við kveiktum á mikrofónunum og við byrjum bara að bladra og svo töluðum við bara hitt og þetta og það er farið yfir mörg mismundi málefni og tók eftir því að allt sem við tölum, næstum allt sem við tölum í þættinum er eitthvað sem við áttum síðan eftir að tala síðar í einhverjum þætti sko sem er svolítið athyglisvert af því að við settum þetta inn að svega í titilin og þættinum Pilot sem er þá í svo referens í það að þetta hefur verið sko tilraun af því að við settumst bara niður og sem herðu ok, við erum nú búin að
oft búin að eiga hér áhugaverðar samræður og best að prófa að taka bara upp á með við tölum og svo sjáum bara hvernig það kemur út hvort það sé eitthvað skemmtilegt eða ekki og það var nákvæmlega hann sem þessi þáttu var sko. Bara svona test sko. En á sama tíma þá var hann líka svona eins og mínimynd af því sem við áttum síðan eftir að tala sko. Já. Nei, veistu það, ég náttúrulega hlustaði aldrei á þetta, það bara, ef ég hlustaði eitthvað þá var það bara brot rétt til þess að heyra svona hvernig þetta en Já. Mér finnst nefnilega mjög óþægilegt að hlusta á sjálf á mig. Já. Sem þetta á upptöku. En þú varst nú í útvarpinu líka. Hlustaðir á það? Nei, ég hef ekki hlustað á það. Hefur ekki hlustað á það? Nei. Ég hlustaði á það, kallið minn. Já, ok. Já, ég get ekki hugsað mér að hlusta á það. Í útvarpi allra landsmanna. Jú. Var það ekki morgun útvarpið eða eitthvað? Jú, hvort það get ekki verið. Nei, ég er búin að gleyma þessu. Mér finnst það að vera mjög típist fyndið fyrir Ísland að þegar við erum að reyna að fá mig inn að þátt og það var alltaf svona með nokkra daga fyrirvara og Noregi virkar ekki þannig það, ef ég ætla til þess að ég geti gert það þá þurfti að vera skipulagt í þáttið góðan tíma. Já. Þannig að mér finnst það að vera mjög fyndið, það var bara eitthvað svona ekki heyri honum þessum þarna, já, bara svona græða eitthvað neginn, já, fixum bara eitthvað. En höfðu þið samband við þig þá daginn áður eða eitthvað svo leiðis? Já, fyrst var bara, nokkur svona skiptið, þá þurfti ég alltaf að segja ég get ekki tekið þetta upp því ég er alltaf með stappa dagskrá. Já. Ég þurfti að setja á tíma með góðum fyrirvara til þess að geta gert það. Alltaf skipulagt. Já. Sko ég hef einmitt tvisvarsinnum held ég verið í útvarpsviðtali á RÚV. Mér minnir að það hefði bæði verið bara svona daginn áður sko, haft samband bara á Facebook sko. Já, það er enda sama. Já. En varandi fyrsta þáttin mitt líka gaman að segja frá því að hann heitir Kimar sögunar og við erum að tala með þessan uppn á þessu podcasti að því sko Kimar sögunar var einmitt svona projektnafn á podcastinu sko mannst ekki til því? Jú, náttúrulega hann var með náttúrulega settum náttúrulega lista og tölur þetta nöfnum sem hann var að reyna sem hann var að vinna með. Já Kimar sögunar var svolítið svona eitthvað sem við vorum alveg svolítið lengi með sko áður að því að svo náttúrulega þetta tókum við upp nokkra þætti og áður við, þú veist, birtum podcastið og þegar það var gert þá var einmitt Kimar sögunar dottið út sko. Já. Einmitt. Þannig nú það. Hlaðvarpssöguskoðun, still going strong. Jú, still going strong. En við erum nú kannski konur á tíma hér í dag. Við náum nú að taka upp nokkra þætti fyrir jól, það nú eitthvað, menn nú eitthvað uppteknir. Menn nú eitthvað að fara í ykkur ræfingabúðir og ég veit ekki hvað og hvað. Aldrei friður hérna hjá okkar mönnum í NATO. Nei, við erum að stór heræfing, þannig að ég fara út í skói 2 vikur. Einmitt. Það er svona hluti af þessu. Þetta svona. Herðu, þá ætlum við að segja þetta gott í bili af hlaðvarpinu söguskoðun eða hlaðvarpinu Grímókja eða Kimum sögunar. Við snúum hér aftur í næsta þætti. Minnum hlustendur á Facebook síðu þáttarins söguskoðun@gmail.com og svo sjáumst við hér fjallhress í næsta þætti. Verið sæl.